Komið sæl. Í þessari viku ætla ég að kenna ykkur 2 spil. Annað spilið, í öðru spilinu ætlum við að æfa hugtök eins og sléttatölur og oddatölur og í hinu spilinu er það hugtakið mismunur. Og til þess að rifja upp hvað eru oddatölur og sléttatölur þá ætla ég að gera það hérna með kubbum og mörg börn vita alveg hvað þetta er, það er mikið verið að vinna með sléttatölur og oddatölur. En samt sem áður, það er ágætt að styrkja þetta í minni og vinna meira með. Hér er ég með leikakubba bara til þess að útskýra og sléttatölur eru þannig tölur að hægt er að skipta því jafnt á milli 2 aðila. Ég tek hérna bara einhverja kubba, ég tel þá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Með 11 kubba hér. Ef ég get skipt þeim jafnt á milli, þá er þetta sléttatölur eða jafnatölur. Ef ég get ekki skipt þeim jafnt á milli, þá er það oddatölur. Og það er hægt að búa til turna, ef við viljum, til að undirstrika hvort það sé jafn mikið eða ekki jafn mikið. Þetta var talan 11 og það er ekki jafn mikið. Sem segir okkur að talan 11 er oddatala. Ef við tökum bara annan fjölda hérna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Það ætla líka að búa til turna úr þessu til þess að undirstrika og auðvelda það að sjá hvort það sé hægt að skipta því jafnt á milli. Þetta var talan 8. Talan 8 skipt milli 2, það er jafn mikið, þannig að það er sléttatölur. Við Kjartan ætlum að spila teningaspil, þú má koma. Og ég sá þessu hugmynd daginn þar sem að teningur er settur ofan í glært box undan matvælum og bara þrífa boxið, það er mjög þægilegt, þá er teningurinn ekki að skoppa fram á borðinu. Og við setjum teningin í og lokum og svo er að kasta og við þurfum að áður við byrjum spilið. Þá þurfum við að ákveða hvor ætlar að fá oddatölurnar og hvor ætlar að fá sléttatölurnar. Og hvort vilt þú? Ég ætla að fá slétta. Þú ætlar að fá sléttatölur. Ok. Við köstum fyrst teningunum og síðan leggjum við saman útkomundar, þessar 2 útkomur. Við erum að setja hvor við séum með 1 tening og leggjum saman. Ef að útkoman er sléttala, þá fær hann stigið. Ef að útkoman er oddatala, þá fær ég stigið. Og við köstum. Ég fekk 5 sem er oddatala og það er að gera alltaf að taka fram hvað talan er. Ég fekk 5 sem er oddatala, hvað fekkst þú? 2. Og hvað er það? 5 plus 2. Nei, hvað er það sléttala eða oddatala? Sléttala. Sléttala, já. 5 plus 2 eru 7 sem er oddatala. 7. Það er oddatala og þá er það ég sem fær stigið. Við köstum áfram. Ég fekk 1. Ég fekk 6. 6 plus 1. Já, ég fyrir ekki. 1 er oddatala. Hvað er 6? Sléttala. Það er sléttala. Og það er samtals 7 og það er oddatala og þú fær eftir 7. Já, ég fær eftir 7 og þá er það 7 plus 7. Nú þarf að reikna það. 7. Þá erum að gera nota aðra töluna. Setja aðra töluna í hugan. Og svo er 7, finna 7 hérna á fingrunum, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mér finnst mjög gott að láta krakkar alltaf muna efri töluna, þessa hærri töluna og svo getur það lagt hitt við. Það má auðvitað líka ná í talnagrind ef börnin vilja það, en það reynir aðeins á að geyma hærri töluna í huganum og svo telja lægri töluna. Höldum aðeins á það. Ég fekk 2. Ég fekk 4. 2 og 4. Já, fyrir ekki, 2 er sléttala. Og ég er líka með sléttölu og það er saman 6 og það er sléttala og ég fær. Þú fær stigið. Ég fær 2 sem er sléttala. Og ég fær 6 sem er sléttala og þá er þetta samtals 8 og 8 stig. Og nú segjum við 8 plus 6. Þá munum við töluna 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ég fær 1 sem er oddatala. Ég fær 2 sem er sléttala og það er saman sem 3 og 4. Ég fær 3. Svona höldum við áfram og sá vinnur sem að fær
fyrri til að fá töluna 50. Og við ætlum ekki að klára þetta spil núna, en það má geta þess og má rýna þess í það á eftir spilið hvaða tölur gefa okkur sléttatölur, hvaða tvær tölur, hvers konar tölur eru það sem gefa okkur sléttatölur og hvers konar tölur eru það sem gefa okkur oddatölur. Og þetta rannsóknarvinna sem gaman að skoða með börnunum. Og mælum með því þið gerir það þegar þið búin að spila spilið nokkur sinnum að skoði það hvort að annar aðilinn hvort það sé alltaf sami aðilinn sem vinni, hvort það alltaf sléttatala aðilinn sem vinni eða oddatölu aðilinn sem vinnur. Þannig að við mælum með því að þið rannsækja hvaða tvær tölur gefa oddatölur, hvers konar tvær tölur gefa sléttatölur. Þetta var fyrra teningaspilið. Seinna teningaspilið þá þurfum við að nota 2 teninga hver sig. Þú fær 2 teninga og ég fær 2 teninga. Og við ætlum núna, við þurfum líka að skrá stig, að þessu sinni höfum við það bara upp í 30. Þá má þetta ákveða töluna bara seinna, það má að fyrir spilið það má hækkana og lækkana eftir hvaða tíma við höfum. En þetta spil þannig að við ætlum að leggja áherslu á hugtakið mismunur. Mismunur mikið notað í stærðfræðiskólum og í daglegu lífi. Og við erum með 2 teninga og þegar ég er búin að kasta teningunum mínum þá legg ég saman þessa mína útkomu og við berum okkur saman og sá sem hefur hærri útkomuna hann fær stigin, en stigið mismun þessara kasta. Við prófum. Ég fæ 5 og 4 og það gefa mér 9. Hvað fengst þú? Ég fekk 3 og 3 og það sem 6. Þannig að ég með 9 og hann með 6. Við þurfum að finna mismuninn. Já, ég með hærri, þannig að ég fæ stigin í þetta skiptið. En ég fæ ekki 9 stig, heldur fæ ég stigin sem mismunur af 9 og 6. Sem 3. Og það alltaf hægt að láta endilega börnin gera þetta og við getum látið þau nota fingurna eða talnagrindur. Þá byrjum við að finna 9 og við þurfum að taka 6 í burtu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eftir 3. Þannig að ég fæ 3 stig. Nú fekk ég 6, samtal 6. Og nú fekk ég 6 plus 6 og það 12. Nú fekk hann 12 og ég fekk 6. Þannig að nú fær hann mismuninn á 12 og 6. Og það 6. Og mismuninn 6, þannig að hann fær 6 stig. 5 og 2 eru 7. Ég fekk 3 og 3 og það 6. Þannig að ég fæ stigið sem hvað mikið? 1. Það 1 stig. Mismuninn á 7 og 6 1. 3 plus 1 4. Þannig ég fæ, og svona heldur þetta spila áfram. Þar til að sá sem fyrir til að fá 30 stig, hann vinnur spilið. Þetta var þessi 2 teningaspil þessa vikuna. Annað spilið var til að æfa hugtökin sléttatölur og oddatölur og seinna teningaspilið til að æfa mismunur, hugtökin mismunur. Og ég mæli endilega með því að við spilum það jöfnum höndum og þessa viku. Takk fyrir.